Mig langar til þess að tala við ykkur í dag, svona bara stutt. Og það það hvernig við getum, ég kom aðeins inn á það í lofgjörninni hérna áðan, hvað við gerum þegar við upplifum eins og tankurinn sem svolítið búinn. Og það mjög mikilvægt að við vitum hvað við að gera þá, út af því að ég hef tekið eftir, við notar oft svona svolítið snúnar kringumstæður til þess að gera vilja sinn í lífum okkar. Og það skiptir mjög miklu máli, vinir, hvað við veljum þegar okkur líður ekki vel. Og ég veit ekki einhver hérna vita af því, en ég er búin að vera að glíma við smá flensu. Ég fekk flensu fyrir nokkrum vikum síðan, og sem í sjálfu sér ekki frásögu færandi, nema ég er búin að vera óvenjulega lengi að jafna mig af flensunni. Og við vitum það, vinir, að það nú lítið sem að getur haft áhrif á okkur eins og slappleiki í líkamanum. Og ég verð að hugsa rosalega fólk magnað sem endalaust svona illt í líkamanum eða að glíma við eitthvað svona heilsubrest og vera haldi í jákvæðina. Það meira en að segja það. En mér langar til þess að fara með okkur í ákveðin prinsip í Guðsríkinu, í Biblíunni, sem að hjálpa okkur að taka rétta stefnu þegar okkur líður ekki vel. Og þið tilbúin? Akkurat. Og mér langar til þess að tala konuna, ekkjuna með krukkurnar. Og mér langar til þess að fara með okkur í Gamla testamentið. Margir tala að við tölum ekki upp á Gamla testamentið, ég gera það bara víst. Og mér langar til að fara í aðra konungabók í 4. kafla í versi 1 og það stendur svo. Konan okkur sem var gift einum af lærisveinum spámannanna hrópaði hástöfum til Elísa og sagði: þjónn þinn, eiginmaður minn, dáinn. Þú veist sjálfur að þjónn þinn var guðhræddur maður, en nú lánardrottinn hans kominn og ætlar að hneppa báða syni mín í þrældóm. Vers 2, Elísa sagði við hana: hvað get ég gert fyrir þig? Segðu mér hvað þú átt til heima. Hún svaraði: ambátt þín á ekkert annað en eina flösku af olíu. Hann sagði: farðu út, bið þú krukku út á götu, bið alla nágranna þína tómar krukkur og gættu þess að það séu nógu margar. Farðu svo heim, lokaðu eftir þér og sonum þínum, helltu síðan olíu á allar þessa krukkur og set þær til hliðar, jafnóðum og þær fyllast. Ég man svo vel eftir því ég eignaðist mér fyrsta bíl. Þetta var algjört flak. Þetta var Fiat Uno. Þetta sé ekki einu sinni á götunum lengur. Það það langt síðan. Og við erum að tala ég átti ekki mikið af peningum á þessum tíma. Það var nánast í hverju einustu ferð frá A til B, Jóhanna var alltaf með mér í bíl og einhverja vinkonur, að við báðum ákaft til Guðs að komast á leiðarenda. Það var svo lítið af bensín á bílnum. Og ég hef sjaldan á ævi minni verið eins bænheit. Ég bara bað og var bara komin ég var komin afskaplega nálægt við því. Út af því að ég bara þurfti á honum að halda. Ég var bara í neyð. Það var ekki bensín á bílnum og Guð þurfti að svara bænum. Og mér finnst þetta dásamlegu tími, en jafnframt snúinn tími. En þannig Guð að þegar við erum í neyð, þá hann nálægur okkur. Og oft á tíðum höldum við, og ég hélt á þeim tímapunkti nýkomið bílpróf, að streitan í lífinu gæti bara ekki orðið meira en þetta. Boy, was I wrong. Svo giftist ég, það nú bara álag í sjálfu sér, nei, tjók. Nei, já. Allir alveg sjúklega góður eiginmaður, þannig að hann á ekkert af þessu skilið. En síðan koma börnin. Og vitið það álagi bara einhvern veginn, þið vitið. Maður heldur einhvern veginn með fullorðins árunum og þá verður allt léttara og auðveldara og ekkert mál að lifa og við finnum út úr hlutunum út að við verðum svo klár og full þroska. Staðreyndin svo að álagið bara eykst. Ég ein eða? Og allt í henni verða aðstæðna snúnari og bara erfiðari og við þurfum meira á Guð að halda. Það bara staðan. Og
í þessari frásögn sem við vorum að lesa, þá kona. Hún var gift lærisveini og hann var í þjónustu fyrir Guðsríki. Þetta var góð kona. Og hvernig stendur á því að gott fólk lendir í erfiðum kringumstæðum? Biblían nefnilega talar um það rignir bæði við réttláta og rangláta. Það eru alls konar veðurfar í Guðsríkinu og stundum bara haglél. Þau eru bara ekki góð. Það ekkert gott að vera út í haglél, þú veist. En stundum það bara þannig og í þessari stöðu þá það guðhrædda konan sem að fer að hrópa. Hún fer að hrópa til spámannsins og við vitum spámaðurinn og spámennirnir á þeim tíma var fólkið sem að var í rauninni ígildi Guðs, heyrðu röddu Guðs. Þannig að spámaðurinn í þessum versum táknar Guð. Og hvað gerir ekkjan í þessum kringumstæðum? Hún fer að hrópa á spámanninn. Hún fer að hrópa til Elísa. Og ég veit ekki með ykkur, en venjulega þegar ég fer í þannig kringumstæður, það síðasta sem ég geri að hrópa til Guðs. Og ég prestur. Hvernig stendur á því, vinir, að það síðasta sem maður gerir að hrópa til Guðs í þannig aðstæðum? Það á ekki að vera þannig. En það sem hún gerir, og það fyrsti punkturinn sem ég vil nefna, hún hrópar til Guðs. Og staðreyndin svo að Guð, þegar við erum aðþrengt, það hreyfir við hjartans. Biblían talar mjög skýrt að hann sérstaklega nálægur þeim sem hafa sundur marinn anda og sundur gramið hjarta. Hann svo nálægt. En hvað gerum við? Við förum ofta flótta og þannig að mér færist of mikið í fang. Ég fer að gera alls konar hluti og þetta bara flótti. Ég í einhverjum erfiðum aðstæðum eða ég fer að horfa of mikið á Netflix. Ég heyra að það margir hér, sama sinnið. En þið veitir hvað við gerum. Í staðinn fyrir að koma bara fram fyrir Guð eins og ekki hann gerði. Bara hrópandi. Og þetta hróp táknar auðvitað að vera bara í sannleika. Að segja bara hlutin eins og þeir eru. Að þá förum við ofta flótt og við gerum eitthvað annað til að fylla upp í eitthvað gat sem í hjartanu. Meðan Guð að segja, herðu, komdu til mín. Ég með allt sem þú þarft. Og vinir, hann með allt sem við þurfum. Og rannsóknir, ef þið treyst ekki því sem orð Guð segir, rannsóknir segja að þegar við biðjum, að þá léttir þetta streitu. Það hefur margvísleg áhrif á líkam okkar, sálin okkar og and okkar. Það bara sannað mál. En einhverja hluta vegna, vinir, þá þurfum við oftast nær á flótta í staðinn fyrir að tala bara beint við Drottinn. En þarna getum við lært að ekkjunni. Í staðinn fyrir að fara einhver krísuvíkaleiðina að einhverju niðurstöðu, tölum beint við Drottinn. Förum ekki kringum hlutina eins og köttur í kringum heitan graut. Segjum bara sannleikann. Og það eitthvað við það að vera í sannleika. Með hvernig okkur líður. Hvað við erum að ganga í gegnum. Þegar við erum í sannleika, vinir, hann nefnilega sannleikur. Hann bregst við sannleika. Hann bregst við því þegar við erum ekta. Og vitið það, hann vill ekki að við komum fram fyrir hann alveg. Æruverðugu faðir. Ég lýð þér. Við verðum oft svo skrítin í bæn. Hafið tekið eftir? Við setjum okkur alltaf í einhverja stellingar. Segjum skrítin orð sem við myndum alla jafna ekki nota. Hann ekkert fyrir orð skrúð. Hann fyrir þig. Hann vill þig. Hann vill mig eins og við erum. Þannig í staðinn fyrir að setja okkur í einhverja stellingar, komum bara í hreinskilni fram fyrir hann. Og segja bara, veistu að Drottinn teikir úr lífið. Þetta bara svona. Og vitið það, hann heiðra það. Og hann nálægur þeim sem hafa sundur marinn anda, sundur krami hjarta. Hann mun aldrei snúa við ykkur baki. Hann mun aldrei yfirgefa ykkur. Hann elskar ykkur. Og annað sem þessi yndislega kona gerir, og hún nákvæm. Hún segir hún bara nákvæmlega hvernig hlutirnir eru. Og hún segir við hann,
hvað get ég gert fyrir þig? Og hún sagði, Ambatín á ekki annað en eina flösku olíu. Nei, hún hrópar til hans og segir, þjónninn eiginmaður minn er dáinn. Þú veist að þjónninn er guðhræddur maður. Hún segir honum alveg sannleikann. En nú er lánadrottningur hans komin og ætlar að hneppa báða syni mín í þrældóm. Hugsið ykkur aðstæðurnar. Þetta er náttúrulega á þeim tíma þar sem að þrældómi var og lánadrottnar gátu gert þetta. Bara náð í ættingja, náð í börnin mín. Og við erum að væla yfir því að fá eitthvað litla flensu. Ég þar. En það sem hún gerir er bara, hún er í algjörum sannleik, hún er ekkert að búa til neitt, þú veit, eitthvað, hún er bara algjörlega, svona er þetta. Og vinir, það hreyfir við hjarta Guðs, það er bara þannig. Það hreyfir við hjarta Guðs, Guð getur ekki snúið baki við slíku. Máli er það bara, við erum oftast nær ekki í sannleika fram fyrir Guði. Það er allavega mín, þú veist, í mínu tilviki. Ég er alltaf einhvern veginn að reyna að redda hlutunum, gera eitthvað eða reyna að líta vel út í augum Guðs. Það veit nákvæmlega hvernig ég er. Ég get ekkert platað hann. Bara ekki neitt. En hann elskar mig samt. Amen. Og ég held líka, kannski ein af ástæðunum fyrir því að við erum ekki algjörlega í sannleika frammi fyrir Guði, er út af því að við höldum að hann vil ekki svara okkur. Ég held að við höldum, Halldór talaði um þetta síðustu helgi, þegar þau voru í garðinum og þau höfðu gert eitthvað rangt, þá fóru þau að búa til skýlur. Við förum að fela okkur. Og vitið það, Jesú vill heyra. Jesús elskar þig. Jafnvel þótt að þú sér búin að gera alls konar glóríur, hann samt elskar þig. Og þú getur ekkert gert til að láta hann elska þig meira. Þú getur heldur ekkert gert til að láta hann elska þig minna. Hann bara elskar. Þannig í staðinn fyrir að halda við sem eitthvað svo ómögulega, við getum ekki komið fram fyrir hann. Komið fram fyrir hann. Þannig að skref númer 1. Þegar þú ert í aðþrengdum, þú ert búin á því, tankurinn er búinn, hrópaðu til drottins. Vertu í sannleika frammi fyrir Guði. Má ég heyra, amen. Númer 2, annar punktur. Hann spurði hana, hvað átt þú til í húsi þínu? Svar Guðs inn í okkar kringumstæður tengist alltaf okkur sjálfum. Við erum hluti af svari Guðs inn í okkar kringumstæður. Hann segir við hana, hvað átt þú til? Hún segir, ég á reyndar, ég á eina krukku, ég á olíu. En það er bara mjög lítið, ég á bara smá olíu. Og veitir það, hann segir við hana, farðu út og farðu út á stræti, farðu út til nágrannaðina og reynda að fá eins marga krukkur og þú getur. Og veitir það, þetta skref númer 2, táknar samfélag. Oft á tíðum, þegar við erum að gangi í gegnum erfiðleika, þá eigum við það til að draga úr samfélaginu. Og vitið það, þegar ég segi samfélag, þá er ég ekki að tala um að kommentar á Facebook og svoleiðis. Mjög gott mál, en ekki samfélag. Samfélag er þetta. Samfélag er þegar við hittum hvort annað og við eigum stund með hvort öðru og ég er tilbúin að hlusta á þig og þú ert tilbúin að hlusta á mig. Þetta má ekki gleymast í ríki Guðs. Og vitið það núna, sérstaklega núna, og við búum í svolítið sérstökum heimi, ekki satt. Þetta er svolítið svona yfirborðskenndur heimur. Við erum öll einhvern veginn í lífum hvers annars, einmitt í gegnum samfélagsmiðla, en samt svo í mikilli óra fjarlægð. Það sem að Guð er að kalla á þessum tíma sem við lifum á, er raunverulegt samfélag. Og vitið hvað gerist þegar konan fer út og hún biður um krukkuna? Hún hefur pottið sagt fólkinu frá hvaða reynslu hún var að gangi í gegnum. Af hverju hún þurfti á krukkunum að halda. Og vinni, það er eitthvað sem gerist þegar við erum að deila með öðrum okkar reynslu. Það kemur eitthvað tenging okkar á milli. Og veitir það, Guð notar mjög oft fólk
til þess að hjálpa okkur. Guð sendur okkur rétta fólkið. Og það svo dýrmætt, vinir, á þessum tímum, að við kveikjum undir kærleikunum og við séum einmitt þetta eyra sem fólk þarf að hafa. Að við séum ekki bara að hlusta á fólk til þess að geta svarað því, að við séum raunverulegur hlustendur. Að við tökum þátt í sorgum og sigrum hvers annars. Samfélag, vinir. Númer 2, ekki gleyma samfélaginu. Samfélagið krítískt til þess að við náum árangri í Guðsríkinu, í okkar eigin lífi. Þannig að hvað gerir hún? Hún byrjar á því að hrópa. Hún hrópar til spámannsins og hún hrópar til Guðs. Hann spyr hana, hvernig get ég aðstoð? Og hún segir, og hann bendir henni á, hún á olíu. Hann bendir henni á að fara út og eiga samfélag. Og hvað gerir hún þegar hún búin að fara út og eiga samfélag? Hún búin að ná í allar þessar krökkur. Hún fer heim. Hún lokar að sér hurðinni og hún tekur það litla sem hún á. Hún tekur það litla sem hún á. Vinir, það getur vel verið að þú sért á erfiðum stað í dag, en þú átt eitthvað. Þú átt eitthvað sem að Drottinn vill nota. Það getur verið bara ein lítil krukka af olíu. En vitið það, Guð getur gert stórkostlega hluti við bara eina litla krukka af olíu. Og tilhneigingin okkar, þegar við erum á þeim stað að við upplifum eins og við eigum lítið, að þá oft höldum við fast í það sem við eigum og við gefum engum með okkur, út af við eigum svo lítið. En prinsip í Guðsríkinu þannig, rétt eins og þegar við tökum samskot, þegar við gefum, þá verður okkur gefið. Það prinsip í ríki Guðs. Þannig að til þess að fá, þá verður að gefa. Ég ætla að segja ykkur þetta aftur. Til þess að fá, þá verður við að gefa. Og í staðinn fyrir að halda fast í það sem við eigum, passa upp á það með öllum tiltökum ráðum, fara inn í felur, gef ekki neinum af því sem að Guð hefur gefið okkur, þá missum við af blessun. Þetta nefnilega snýst það að við tökum skref í trú og við byrjum að hella þeirri olíu sem að Guð hefur gefið okkur. Og veitir hvað ég elska við AA-samtökin? Það þjónustan. Þegar fólk búin að taka öll þessi spor og það byrjar að þjóna. Af hverju svona mikilvægt að byrja að þjóna? Klárlega að gefa af sér, alveg klárlega. En það setur líka okkar eigin kringumstæður í samhengi, ekki satt. Allt í einu þurfum við átt okkur að því, herðu, hvað málið með mig? Ég hef það bara mjög gott. Það eins og Guð breyti sýn okkar leið og við þurfum að þjóna, vinir. Og þegar við þurfum að hella okkar litlu olíu, veitir hvað Guð gerir? Hann gefur okkur bara meiri olíu og meiri olíu. Því að þannig starfa Guð. Hann starfar í hringrás. Við gefum og okkur gefið. Við gefum meira, okkur gefið meira. Og vinir, í staðinn fyrir að halda í olíunu og finnast þið lítil og smá, prófa það að stíga út og fara að þjóna öðrum með þeirri olíu sem að Guð hefur gefið þér. Þeim mæli trúar. Og ég skal lofa því, Guð mun gera stórkostlega hluti í gegnum þína þjónustu. Það sem ég hef líka tekið eftir, vinir, að þegar við förum að horfa í okkar eigin garð, í staðinn fyrir að hafa áhyggjur af olíu annarra eða skort af olíu hjá öðrum. Vitið það, hjónaband virka þannig, ég get bara átt við mig, vinir. Og þegar ég á við mig, að þá breytist mitt hjónaband. Við oft byrjum þannig að við förum að reyna að laga maka okkar. Ég reyndi það í töluvert langan tíma. Sem mjög sérstakt og þetta allir mjög næs.
En við gerum þetta. Við höldum að við getum einhvern veginn laga kringumstæðurnar okkar með því að horfa út á við. En staðan sú, vinir, að þegar við förum að laga til í okkar eigin garði, þegar við förum að leyfa olíuna að flæða í okkar eigin lífi og þegar ég leyfði Guð að eiga við mitt hjarta, að laga mig, að hafa áhrif á mig, þá var hjónabandið okkar betra. Það svo margt sem gerist þegar við förum að vera það sem við eigum að vera á göngunum með Guði. Þegar við látum olíuna flæða, má ég heyra amen. Halleluja. Farðu út, bið þú krukk út á götum, bið alla nágranna þínum tóma krukkur og gættu þess að þær séu nógu margar. Farðu svo heim og loka eftir þér og sonum þínum, heldu síðan olíu alla þessar krukkur og setja til hliðar, jafnóðum og þær fyllast. Og ég segi ykkur, það sem hún held af sinni olíu, það stendur hérna seinna, ég reyndi að skrifa ekki seinna versið, en það sem að gerist það, hún fyllti í svo margar krukkur að hún átti olíu út lífið. Hún átti ekki bara nóg fyrir sig, hún átti nóg fyrir alla þá sem voru í kringum hana. Það það sem að Guð gerir með okkar litla og smáa. Og vinir, í stað þess að halda fast í, leyfðu Guð að nota það sem að þú hefur. Í Lúkas 6:38 stendur gefið og yður mun gefið verða. Góður mælir, troðinn skekinn, fleytir fullur, menn lagður í skaut ykkar, fleytir fullur. Það var lítið en Guð margfaldar lítið. Þetta vers minni mig satt að segja, þessi vers konuna með olíuna, minni mig á annað vers sem að þið þekkið öll. Þú býrð með borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu. Bikar minn, við getum þess vegna sagt, krukkan mín er barmafull. Rétt þýðing er ekki barmafull. Hún flæðir yfir. Og mér svolítið athyglisvert, ég predika þetta áður. Sjáu þið hvernig þetta vers er sett upp. Þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Hann með háborð. Hann með háborð. Fullt af kræsingu fyrir þig og mig. En það ykkur fjendur á milli. Og vinir, fjendur okkar eru mjög takmarkað þarna úti. Fjendur okkar eru hér. Fjendur okkar hugur okkar. Afstaða okkar til hlutana. Þess vegna smyrna höfuð okkar með olíu. Smörningin nefnilega, hún brýtur ok. Biblían talar það. Og ég veit þetta kannski svona djúpur texti, en þetta samt svona. Og vinir, þegar við erum búin að sigra fjendur okkar, þegar við höfum komið fram fyrir Guð, þegar við höfum gert okkar, það litla, leitið og þér munu finna. Kníið á og fyrir yður munu upplóki verða. Og vinir, í staðin fyrir að horfa bara á hlaðborðið, leyfum Guði að eiga við okkur. Að brjóta það sem að þarf að brjóta í hug okkar, í afstöðu okkar til hlutana, hugsun okkar, hugsunarskekkju. Þetta snýst afstöðu, ekki satt. Amen. Þannig í dag, það langar mig til þess að skora á mig, mér langar til þess að skora á þig, að taka þessi 3 litlu skref sem að hún gerði. Það að hrópa til Guð fyrst og síðast. Eiga samfélag og hella olíunni. Nýta olíuna. Vertu í þjónustu. Nýttu þína olíu og sérðu hvernig Guð breytir högum þínum. Má ég heyra amen? Rísum á fætur. Amen. Mér langar til þess að biðja hér í dag. Og því ég fengi mjög mörg bænarefni þessa viku. Það margir búin að hafa sambandi mig sem eru veikir.
eiga eitthvað erfitt. Það bara búið að vera pínu þungbúið, það getur nú verið bara eitt. En Guð elskar þig. Guð með þér. Og mér langar til þess að við komum fram fyrir Guð. Út að ég trúi því að hann vil smyrja höfuð okkar allra með olíu. Hann vil laga hluti sem að við erum jafnvel búin að búa til í okkar, ég veit ekki, í okkar eigin hugsunum og annað slíkt. Eitthvað sem að þvælast fyrir okkur, þannig að við getum farið að borði Guðs og við getum fengið það kraftaverk sem að Guð hefur fyrir okkur. Ég glemdi að minnast á það, hún gat greitt allar skuldir sínar. Það var nú kannski fyrst og síðast sem að þyrfti að koma fram. Þegar hún gerði þessi skref, þá gaf Guð henni mikið meira en nóg. Hún gat greitt allar skuldir sínar og hún hafði mikið aukreitis út allt lífið því að Guð sá sem sér fyrir okkur. Og í dag, kannski þú á þeim stað og þú upplifir eins og þú hafi bara verið gleymdur. Að Guð hafi ekki þessi úrræði fyrir þig. Þú ert jafnvel veikur, kannski líkama þínum eða sál eða sinni. Það langar mig til að biðja þig að bara drjúpa höfði og biðja Drottinn að koma inn í aðstæður þínar. Biðja Guð að smyrja höfuð þitt með olíu. Drottinn við komum fram fyrir þig. Ég biðja fyrir öllum þeim sem eigum sárt að binda í dag. Ég biðja fyrir þeim sem að ströggla með einhverjum hætti. Sem sjá ekki tilgang, jafnvel. Sem upplifir sig eins og þessi komnir út í hotn. Drottinn gæði okkur ná til að hrópa til þín eins og ekki hann gerði forðum daga. Ekki að hlaupa í felur. Ekki að hlaupa í eitthvað sem deyfir okkur, heldur hlaupa til þín. Hjálpa okkur til að segja skýrt hvað það sem amar að. Létta hjart okkar. Og Drottinn, ég biðja Jesús að mæta okkur þar sem við erum. Þú ert nálægur þeim sem hafa sundur marinn og sundur kramið hjarta. Og Drottinn, ég biðja að lyfta upp anda okkar í dag. Gef okkur tilgang og von, Jesús, og hjálpað okkur til þess að eiga í samfélagi við hvort annað, Drottinn. Hjálpa hvort öðru, styðja hvort annað, elska hvort annað. Og Drottinn, ég biðja Jesús að þegar við gerum það, Drottinn minn, að þú veitir okkur gnægða því sem að þú hefur fyrir okkur. Hlaðbor, Drottinn, Jesús. Allt það sem við þurfum, Jesús. Og við biðjum í Jesú nafni. Amen og amen.